nú stendur þú náttúrulega öxlum þeirra sem að hafa háð þessa baráttu. Við sjáum að all svona samfélagslegar breytingar og í jákvæða átt hafa verið bundnar við það að það eru konur, kvár, transfólk, samkynhneigðir, þeldögt fólk og aðrir sem hafa barist fyrir sínum kjörum einmitt með því að vera í ákveðinni samstöðu. Þú hérna hoppar á milli hægri podcasta og drullar yfir alla sem að hafa verið í einhverjum skona baráttu og segir bara, já, ég var bara til úr engu. Og verður að horfa á það að þú ert náttúrulega að stíga á axlir þeirra sem að voru undan þér. Sojourner Truth sagði Ain't I a Woman og hún var Ég hef actually sjálf sagt það á miðstjórnarfundi þegar mér var mjög misboðið vegna framkomunar við mig. Já, nákvæmlega, og ég meina þú, en samt ertu hérna töðandi yfir því að wokeið sé einhvern veginn að halda aftur af baráttunni, en þú ert í rauninni bara að eyðileggja baráttuna og hoppar á milli hægri podcasta, talar það að þú ætlir að fara að vinna, þetta er náttúrulega bara allt della út af því að þú er að gera grein fyrir því að ef að þetta er eitthvað sem er fellur, þá er transfólk næst og þá er samkynhneigðir næstir og það leiðir allt niður í þá sem er minnst mega sín og eru að fara að berjast fyrir sínum launakjörum að lokum. Þú verður að gera grein fyrir því að þetta er eitthvað sem þetta er bara snýst bara að vera næs. Wokeið snýst að vera næs út af því að þegar þú ert að vera næs og ert að berjast í þeirri baráttu sem þetta fólk þá ertu að berjast á þeim grunni sem var lagður áður en að þú komst hingað. Sko, í fyrsta lagi snýst wokeið ekki að vera næs, wokeið snýst frekar að vera bara frekar ónæs. Barátta í sjálfu sér getur heldur aldrei eitthvað snúist það sérstaklega að vera næs. Þegar þú ert aftur á móti sameinuð í baráttu eitthvað með fólki þá viltu vera næs við það fólk og vonandi er það fólk næs við þig. Ég hef aldrei sagt að ég kæmi úr engu, ég hef alltaf verið mjög og opinská með það bara hver minn svona pólitíski bakgrunnur uppeldi og svo framvegis og ég hef bara oft sagt bæði í grín og alvöru, ég hef bara verið heila þegið kommunista barn. Og að það hafi ég hafi bara verið í mjög markvissri heimaskólun hjá foreldrum mínum frá því að ég bara man vart eftir mér